Fjör, Ég að byrja streymið á YouTube já, ok. og við erum í beinni. Við erum í beinni, góðan daginn. Afsaka þennan breytta fundartíma. Við erum með nokkuð mál að skrá. Fyrst er það leikskólamál í hverfinu. Ég óskaði eftir því að fá smá svona kynningu á því og fleiri það hver staðan er í hverfinu og það var nú fyrirlestur það bara í síðustu viku fyrir akkurat viku fjölda barna í hverfinu hjá borgarstjóri fór yfir það og fundi í hverfinu fjölda barna og svona, þannig ég held að það sé ekki úr vegi að við skoðum það og til þess er komin Skúli Helgason ætlar að fara yfir aðeins stöðuna. Þannig að ég hugsaði bara að Skúli þú myndir kynna og við myndum spyrja svo eftir á svona þægilega í svona Zoom eða svona formati. Er það ekki? Það hljómar vel. Gjörðu svo vel. Ég ætla að freista þess að deila með ykkur skjali. Þið kannski látum mig vita hvort þetta kemur upp hjá ykkur. Þetta er komið. Já, bara gaman að vera með ykkur. Takk hérlega fyrir þetta góða boð og við ætlum svona að fara yfir nokkur atriði sem að þið höfum óskað eftir upplýsingum og bæta einhverju við og svo tökum við bara samtalið á eftir. Það sem við förum hér yfir og ég vek athygli á því að með mér er Ólafur Brynjar Bjarkason sem að fer fyrir fagskrifstofu leikskólamála hjá skóla- og frístundasviði í Kynni. Sæl. Já, þarna er hann mættur. Svona stutt yfirlit við aðeins hnykkjum á reglum leikskólaþjónustu, það aðallega þó þessu ákvæði aldur barna við inntöku. Förum yfir stöðu umsókna leikskóla í hverfinu, upplýsingar aldur barna við inntöku í Grafarholti og Úlfarsárdal, síðan svona aðeins að horfa inn í framtíðina, hvað er líklegt að gerist næsta haust miðað við stöðu umsókna í dag. Og síðan í lokin förum við aðeins yfir þessa stefnu okkar brúum bilið, aðgerðaáætlun sem að gengur út á að fjölga leikskólaplássum, þannig að sé þetta taka á móti yngri börnum. Og þið þekkið þetta ykkar svæði vel. Á þessu svæði eru 4 leikskólar, Geislabaugur með 170 börn, Maríuborg með 90 börn, Reynisholt með 80 og síðan erum við með Dalskóla sem er með 160 börn, en Dalskóli eins og þið þekkið þetta er samrekinn grunnskóli, leikskóli og frístundaheimili. Þarna vek ég athygli á því að Dalskóli, þetta eru börnin sem eru inn í dag, en Dalskóli er með heimild fyrir fleiri börnum. En svona sérstaklega mönnunarvandi hefur komið í veg fyrir að vera hægt að fylla öll plássin, komum aðeins nánar að því á eftir. Og það er gaman að segja frá því, það eru mjög metnaðarfullt starf unnið í öllum þessum skólum, en vissulega með mismunandi áherslum. Við erum með menntastefnu borgarinnar sem við erum mjög stolt af og ánægð með, en það var hún samin af mjög stórum hópi borgarbúa, þetta fyrst og fremst því fólki sem er inn í skólasamfélaginu okkar, af kennurum og skólastjórnendum, en líka einmitt börnum og nemendum, bæði í leikskólum og grunnskólum og frístund, foreldrum, fulltrúum foreldra. Svo vorum við með innlenda og erlenda ráðgjafa með okkur og niðurstaðan var þessi stefna sem að ber yfirskriftina Látum draumana rætast, og kjarni hennar er það að þar er búið að forgangsraða þeim svona hæfniþáttum sem að allur þessi fríði flokkur var sammála að ætti að vera efst í forgangsröðuninni. Það er að segja svona kannski það veganesti sem að við teljum mikilvægt að börn og ungmenni taki með sér í gegnum skólagönguna og út úr henni í raun og veru. Þessi þættir eru sem sagt félagsfærni, sjálfsefling, heilbrigði, sköpun og læsi. Og það er gaman að segja frá því að þessi stefna og þessi vinna, hún hefur vakið athygli út fyrir borgina, er litið til hennar sem svolítið fyrirmyndar af öðrum sveitarfélögum. Það var farið vel yfir þá skólaþingi samband sveitarfélaga núna á mánudaginn var. Margir sem að nefndu þetta sem svona eitt af
merkasta sem hefði verið unnið í menntamálum á undanförnum árum. En við áætlum að við alveg í kringu 10.000 manns komið að því að móta þessa stefnu og hún gildir til 2030. Nú barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna er ákveðin grunnur þarna sem við horfum líka til og að mikill samhljómur með þessum tveimur mikilvægu plöggum. Grænfánaáfangar sem umhverfisverndarverkefni sem margir þekkja. Það nýtt í þessum leikskólum og grunnskólum reyndar líka. Aldursskiptar námskrár og einstaklingsmiðað nám þarna svona það sjónarhorn sem unnið eftir. Útinám og foreldrasamstarf mjög sterkt. Útinám svona því að vaxa fiskur hrygg og miðstöð útináms í borginni einmitt upp í Gufunesi, þar sem að þar sem að hverfistöðin í frístundamálum með sitt aðsetur. Hún svona ákveðin segull fyrir hópa sem að koma alls staðar að borginni til þess að nýta sér þá frábæru aðstöðu sem að þar Nú, það mikilvægt upp úr framförum í kennsluháttum og aðferðafræði til þess að gera þessa leikskóla framúrskarandi skólum, en svona í hnotskurn má segja að þessi leikskóli leggja allavega áherslu á það að hvert barn fái notið æsku sinnar, læra af reynslunni og njóti umhyggju, fræðslu og leiðsagnar í uppvextinum. Og ef við förum síðan yfir í reglurnar sem ég minntist á áðan, þær eru mjög ítarlegar og við förum ekki yfir þær í smáatriðum, en svona kannski það sem að tengist umræðuefni okkar þetta sem að segir að miðað við það að börn sem eru orðin 18 mánaða 1. september á hverju hausti fái boð leikskóla dvöl það sama haust. Þessi aldur hefur verið að lækka. Þetta var áður í reglunum miðað við 24 mánaða, en fór niður í 18 mánaða í lok árs 2018 og tók gildi 2019. Svo sjáum við það á eftir að stefnan að lækka þennan aldur mjög verulega á komandi misserum og árum. Og nýleg viðbót síðan inn í flóruna eru þessar skilgreindu ungbarnadeildir sem eru deildir sem við höfum verið að opna allmargar núna á síðustu árum inn í starfandi leikskólum. Þær eru þá sérútbúnar, eru með aðstöðu bæði inni og á útisvæði sem að hentar börnum alveg niður í 12 mánaða. Þá er búið að setja hita í gólfin í mörgum af þessum ungbarnadeildum þar sem að þörf á slíku. Það eru skiptiborð ný og svona allur leikbúnaður og aðstaða hæfi barna sem eru það unga vera alveg niður í 12 mánaða. Ungbarnadeildirnar bara þannig að það sé skýrt að þær hafa heimild til þess að fara neðar í aldri heldur en almennar deildir í leikskólunum. En vissulega alltaf horft á stöðu umsóknarlistana eða stöðu biðlistana í viðkomandi leikskólum og okkur gert að innrita alltaf í aldursröð, þannig að elstu börnin komast inn fyrst og síðan koll af kolli. Og þessir 3 leikskólar, Dalskóli, Gíslabugur og Maríuborg eru allir með ungbarnadeild, eina eða fleiri. Miðað hefur verið við það að við séum að stefna því að allir leikskólar sem eru með 4 deildir eða fleiri séu með ungbarnadeild. Það svona megin viðmið hjá okkur. Það eru orðnar 31 núna í borginni allri, síðan að sú fyrsta var opnuð 2017. Hér sjáum við upplýsingar stöðu umsókna. Það var spurt þetta. Í leikskólunum 4 eru samtals 437 börn á aldrinum 1 til 5 ára. Langflest þeirra eru í borgarreknum leikskólum í hverfinu. Það ekki nema 9 börn sem að búa í hverfinu en eru í borgarreknum leikskólum utan hverfis. Og síðan 17 sem eru í sjálfstætt starfandi leikskólum. Inntökualdurinn, hver hann? Á síðastinu hausti þá var meðalaldurinn þessi 23 mánuðir á síðastinu ári segi ég 2021, en það liggur alveg fyrir að þessi aldur hann mun fara verulega lækkandi strax á þessu ári eða líkum lætur. Og svona Ólafur tók það saman einmitt daginn og svona ef við værum að horfa á bara stöðu umsókna eins og það líta út í dag, þá getum við verið að horfa á að þessi aldur væri
komið nálægt 16 mánuðum í haust. En vissulega verður að hafa þann fyrirvara að það koma inn umsóknir raun og veru á hverjum degi og biðlistarnir eru mjög kvikir, það að koma inn nýjar umsóknir og svo eru einhverjir að fara út sem að til dæmis að taka ákvörðun að vera með barnið sitt annars staðar en í borgarreknum leikskólum. Þannig að ég beið ykkur bara að hafa það í huga að þó að við séum með tilteknar stöðu á umsóknum í dag þá getur hún tekið breytingum og gerir það. Og ef við skoðum horfurnar næsta haust þá lítur þetta svona og það er að losna 109 pláss þegar elsti árgangur leikskólans flyst upp í grunnskólann. 70 börn á biðlista núna sem verða 18 mánaða eldri 1. september og góða líkur á því að inntökualdurinn lækki verulega í haust. Þau börn sem eru með umsóknir í dag sem verða orðin 12 mánaða eldri 1. september eru 125 en sá fjöldi getur auðvitað aukist á næstu mánuðum. Rétt að hafa í huga að nákvæm tímasetning eða dagsetning á því hvenær börnin koma inn er alltaf meðal annars háð utanaðkomandi þáttum eins og stöðu mönnumála og ef nýjar leikskólar eru að ræða stöðu framkvæmda. En við vildum líka halda því til haga að það hefur verið samþykkt í borgarráði og var samþykkt á fyrsta fundi okkar á þessu ári að auka einmitt stuðning við leikskólana í þessum mönnunarmálum. Menn þekkja það, þetta er verkefni leikskóla út allt land og svo sem líka í velferðarþjónustunni og allir þekkja umræðan hjúkrunarfræðinga og svo framvegis. Þetta eru eftirsóttar stéttir og það hefur verið þannig núna í meira en áratug að það eru færri leikskólakennarar í boði heldur en við þyrftum að fá til þess að manna leikskólan okkar og það helgast af því að miklu færri hafa innritast í kennaranámið eftir að það var lengt upp í 5 ár. Það horfir svo sem til betri vegar. Við höfum verið í góðu samstarfi bæði við ríkið og háskólana um að auglýsa kennaranámið og draga fram þá bæði hvað þetta er samfélagslega mikilvægt nám, líka hvað það er þetta bara spennandi og gaman að vinna með börnum. Og sem betur fer þá hefur tekist að bæta kjörin inn í leikskólanum og við höfum lagt sérstaka rækt við það að skoða aðgerðir og innleiða aðgerðir til þess að bæta vinnu umhverfið í leikskólanum sérstaklega en þetta líka í grunnskólum og frístund. Verið sett umtalsvert fjármagn í þetta yfir 4 milljarðar bara í leikskólana frá 2018. Rúmbilið, það er þetta verkefni sem snýst að fjölga plássum og þar er markmiðið þetta að við getum farið alveg niður í 12 mánaða á allra næstu misserum. Stefnan var lögð fyrir borgarstjórn í nóvember 2018 og samþykkt þar með þessari markmiðssetningu að börn frá 12 mánaða aldri væri að fá boð leikskólapláss fyrir lok árs 2023. Við höfum verið að vinna út frá barnafjöldaspám sem að gerir ráð fyrir því að við myndum þurfa svona 700 til 750 ný pláss til þess að brúa bilið. Þannig var staðan 2018. Svo hefur það verið að gerast bæði, hefur verið talsverð íbúafjölgun í borginni á undanförnum árum og síðan sérstök barnasprengja ef svo má orðið komast aukin fæðingartíðni í fyrra og verður fyrirsjáanlega aftur á þessu ári. Þannig að við létum vinna nýja spá það hvað við þyrftum að breyta okkar plani mikið með þetta í huga og hún er á lokametrónum og verður kynnt í borgarráði núna á allra næstu vikum. Jafnvel bara í næstu viku það. Á eftir svona endanlega að sjá hvort það næst inn á dagskrána. Og á þess ég geti farið út í neinn smáatriði með það, þá liggur fyrir að það er að opna að minnsta kosti 6 nýjir leikskólar í borginni á þessu ári og við erum að reisa viðbyggingar og opna nýja leikskóladeildir við samtals 16 leikskóla í borginni. Þannig að það stefnir í það að þessum plássum fjölgi jafnvel 2-falt meira heldur en reiknaði með 2018 til þess að mæta þessari auknu þörf. Það er heilmikið að gerast í þessum málaflokki. Já, meira var það nú ekki hér læt ég staðan numið en við Ólafur erum tilbúnir að
svara öllum spurningum bara eins og stemning fyrir. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta. Þetta gaman að sjá. Og Valgerður búin að fá að biðja orðið, búin að biðja orðið og ég ætla bara að gefa henni það. Gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, Stefanía, og takk fyrir þessa kynningu, Skúli. Ég óskaði eftir að fá þetta inn í ráðið, en ég hefði kannski gjarnan viljað að þetta væri meira pinpointað af hverfinu heldur en svona heilt yfir Reykjavík, sem svo sem ágætt að fá það líka. En ég óskaði einfaldlega eftir þessu af því að það eru svo margir íbúar sem búa á þessu svæði og starfsfólk í þeim sérstaklega í Dalskóla búið að hafa samband við mig út af aðstöðu og út af bara áhyggjum af barnafjölda og í raun og veru sprungnum skóla. Þannig að ég spurði nú borgarstjóra út í þetta á fundinum sem var og hann sagði mér einfaldlega að það væri ekkert plan. Þið væruð ekkert búin að móta neitt varðandi þessa fjölgun sem þarna í raun og veru umfram það sem var áætlað. Og mér langar bara til þess að vita, þá eitthvað, finnst þér ekkert plan komið? Eru þið byrjuð að vinna að einhverju? Hvernig getum við mannað þessa skóla betur? Nú skilst mér að það hafi verið töluvert manneklu og mér skilst að í nýja skólanum séu rýmin þannig að upp í Dalskóla að það eru mjög mörg börn saman oft í rýmum sem skapar mikinn hávaða og þá bara meiri streitu og starfsfólk. Hvort að þú vitir af þessu og hvort að þetta sé eitthvað sem þið hafi verið að skoða. Já, það er gott þú komir inn á þetta varðandi fjölgun í hverfinu sem að við þurfum að vera viðbúin og við reyndar rættum þetta bara á síðasta fundi sem að tengdist reyndar meira grunnskólanum okkar. Við erum með sérstaka vinnu sem að gengur út á að forgangsraða þeim fjölmörgum verkefnum sem eru í umræðunni varðandi viðbyggingar við grunnskóla. Og í þessu tilviki þá auðvitað Dalskóli er auðvitað hvort tveggja leikskóli og grunnskóli, þannig að það voru allir einmitt sammála það þar að þetta væri eitt af þeim málum sem við þyrftum sérstaklega að vakta núna á komandi misserum, það er að segja íbúaþróunin í ykkar hverfi og þá hvort það þurfi að gera ráð fyrir nýjum skóla eða stækkun á Dalskóla til þess að mæta henni. Þetta er raun og veru svolítið bara kjarninn í þessu brúum bili verkefni. Við höfum verið mjög á tánum að bregðast við breyttum spám barnafjölda. Þannig eru tilkomna til dæmis þessar ævintýraborgir sem eru ný útgáfa. Það er ekki leikskóli í fullri stærð ef svo má segja, eða ekki leikskóli sem er hugsaður til næstu 50 ára, heldur meira einmitt til þess að bregðast við svona sveiflum sem að verða óhjákvæmilega á barnafjölda bæði upp og niður og það er mikil hreyfing í því líka eftir hverfum. Við sjáum að sum hverfi bara frá því að vera með nóga leikskólaplássum yfir í það að það er mikill skortur á þeim. Þetta hefur meðal annars tengst Airbnb-væðingunni. Þetta er svona verið hvað mest áberandi í bæði Vesturbæinum og miðborginni, en reyndar í fleiri hverfum líka. Þannig já, svarið er já og þetta er verkefni sem við munum klárlega að horfa til. En það er ekki búið að útfæra það í smáatriðum. Nákvæmlega hvort það þurfi að fara út í nýjan leikskóla í fullri stærð eða hvort það yrðum að ræða tímabundna stækkun með viðbyggingum, en hvort tveggja kemur til greina. Já, þetta, Ólafur hérna. Já. Ég ætlaði bara að svara öðrum hluta af spurningunni varðandi mönnunarmálinu og húsnæðið. Við erum algjörlega meðvituð þetta varðandi húsnæðið í Dalskóla. Það er sem snýr að leikskólanum. Það er þarna hlutin sem er inn í skólabyggingunni sjálfri, sem er ætlaður eldri börnunum í leikskólanum, en þetta er kannski ekki beint svona hentugasta húsnæði fyrir miðjualdurinn og það hefur verið að yngjast aðeins í leikskólanum, þannig að þau hafa þurft að vera með yngri börn en áætlað var þarna á þessum 2 deildum sem inn í skólabyggingunni.
sem hefur verið áskorun, en við erum algjörlega meðvituð þetta og hún Ingibjörg Kristleifsdóttir sem nýr fagstjóri í hverfinu með málið á sinni könnu og er bara að skoða lausnir. Og svo langar bara að segja að það hefur bara verið ákveðin áskorun í þessu COVID-ástandi að reka leikskóla og sérstaklega þetta fyrir stjórnendur og þetta hefur svona komið dálítið harkalega niður í Dalskóla sem hefur haft áhrif á foreldra og börn en við erum með okkar augu og stuðning algjörlega á þessum skóla, vildi bara segja það. Og ég bara skjóti inn þetta nýbyggður skóli, af hverju er húsnæði, út í það að vita að það væri væntanlega ungbarnaleikskóli, af hverju er húsnæði ekki, var ekki gert ráð fyrir því í byggingu húsnæðisins? Það bara þekki ég þetta ekki og þess vegna spyr ég. Nei, sko, leikskólinn á 2 stöðum í rauninni, það leikskólabyggingin sjálf, sko, og svo hluti leikskólans inn í skólabyggingunni sjálfri. Leikskólabyggingin held ég sé bara mjög fín en það búið að yngjast töluvert þarna inni þannig að það bara ákveðnar áskoranir sem fylgja því en það sem ræðir hér eru deildirnar sem eru inni í skólahúsinu. Ok, Björn? Svo vel? Já, takk fyrir fína kynningu. Ég þið eiginlega bara nánast búin að svara öllum spurningum sem ég hafði. Ég eiginlega bara að velta fyrir mér kannski eitt sem að langar að vita. Þið er alveg í góðu samskiptum væntanlega við Hildi eins og í Dalskóla og skólastjórnendur þannig að þeir vita alveg nákvæmlega allt hvað þið eru að hugsa og svona og þetta sé svolítið svona stíga í sama taktinu væntanlega. Þetta svona gerir væntanlega ráð fyrir því. Þetta nú helst það. Ég fékk einmitt póst þarna frá Hildi á sínum tíma þar sem að hún var svolítið í lausu loft og óskaði eftir að íbúasamtökin myndi eitthvað að reyna að fara að ýta eftir þessu en einmitt eftir samtalið sem við áttum einmitt á í dag þarna á fundinum þá virtist svona eins og segja þetta sé allt bara í ágætis vinnslu bara. Það er hárrétt sem þú nefnir sjálfur. Það er auðvitað stöðugt samband við okkar stjórnendur bæði í leikskólum og grunnskólum og mjög gott samband verið við Hildi. Þetta frábært starf sem unnið í Dalskóla, hann að mörgu leyti svona fyrirmyndarskóli með hvað varðar aðstöðu og annað slíkt. Og að það vissulega svona hafi verið áskoranir eins og Ólafur nefndi varðandi samsetningu barnahópsins. Þetta bara hluti af þessum veruleika sem við búum við að það verða talsverðar breytingar oft á bara stærð árganga sem að gera það verkum að upprunalegar hugmyndir svona hvernig nemendahópar skiptast eða barnahópar skipta milli bygginga að það getur þurft að breyta þeim að minnsta kosti tímabundið eins og við höfum verið að lenda í. Svo náttúrulega mjög erfitt einmitt að giska á hvernig að svona fjölskyldumynstri í þessum húsum. Það að koma alveg kannski ein og ein blokk kannski bara nokkra blokkir í hverju mánuði þannig að það mjög erfitt kannski að giska á þetta. Þið með örugglega einhverja náttúrulega spálíkan sem þið náttúrulega miðið við, þið verðið náttúrulega hafa eitthvað til að miða við. Já. En jú, þetta erfitt. Og erum með að nýta bæði eigin gögn en líka gögn frá Þjóðskrá og Hagstofunni. En eins og bara gerist, það eru verulega breytingar sem hafa orðið á þessum spám barnafjölda, ekki síst á leikskólaaldri. Það að síðan að við samþykktum stefnuna fyrir 3 árum. Flott, takk. Ég búinn ef öðrum að koma að stað. Ég og Valgerður báðar ég með 2 spurningar. Önnur varðandi meðalaldurinn sem þið reiknið sem 23 mánaða, það með flutninga milli skóla en þetta fyrsta skipti sem barn kemst inn á leikskóla? Að taka með, þið segja þessi 17 í sjálfstætt starfandi leikskólum, það tekið með inn í þessa 23 mánaða tölu eða þetta bara, eða flutningur á milli leikskóla tekin með? Hitt svo, ég skil alveg að þungin svolítið í umræðinni á Úlfarsárdalinn sem svona, það eru ákveðnar áskoranir þar núna og þetta þarf að byggjast mikið upp og svona, en hver staðan í Grafarholtsmegin? Er fjölgun þar á ungum börnum eða
erum með þetta einhvern veginn skipt, þannig að við vitum hvernig listin var í Grafarholti versus Úlfarsárdal, því að þó að þetta sé eitt póstnúmer þá þetta ekki, þetta ekki alveg saman hverfin, það að segja. Ólafur, vilt þú taka þetta? Ertu með sundurliðun á? Nei, ég því miður ekki með þetta sundurliða svona og ég ekki alveg með að hreinu hvernig þessi meðalátu var reiknað hvort að einmitt umsóknir hafi verið teknar með. Ég geri ekki ráð fyrir því, en ég skal bara kanna það. En ég get alveg nálgast þessar upplýsingar varðandi biðlistastöðuna eftir hverfum, en ég er bara ekki með það svona beint fyrir fram með núna, sko. Það er hluti af gögnum sem við getum komið til ykkar, kjölfarið á þessum fundi. En það er alveg rétt ályktun, sko, þó við séum, það kom ekki fram í gögnunum sem við fengum frá tölfræðideildinni, að það getur skipt heilmiklu máli hvort að flutningurinn er inn í tölunum eða ekki. Til dæmis sko meðalaldurinn í borginni allri er núna 19 mánaða við inntöku en þá er búið að taka frá þessar flutningsumsóknir. Það er að segja, fyrir þá sem þekkja það ekki, þá eru flutningsumsóknir þannig að barnið er þá komið inn á einhvern leikskóla en foreldrarnir hafa lagt inn umsóknum að flytja barnið yfir á annan leikskóla sem að mjög oft er þá að henta betur annaðhvort með tilliti til fjarlægðar frá heimili eða vinnu. Ég er með barn sem er sem sagt á held ég þessum flutningslista núna á biðlista. Ég er í öðrum leikskóla og er að reyna að komast inn, þannig að já. Og við vitum ekki hvort það sé eitthvað sérstakur vandi Grafarholti versus Úlfarsárdal. Er það meina þá mönnunarvandi eða eitthvað svoleiðis? Já, til dæmis, bara hvernig er að taka inn börnin þar? Sko, ég held sko að ef við tölum svona aðeins síðustu vikur og mánuði þá hefur þetta lent kannski svona einna harðast á Dalskóla, en þetta er samt mjög víða og hefur verið mjög erfitt á mörgum stöðum. Við erum svona að sjá fyrir endan á þessu vonandi og þannig að það er svolítið erfitt að segja sko hvernig þetta hefur verið að lenda. Þetta kemur svona í rispum, þá koma koma smit og þá svona fer allt svolítið á hliðina. En svona, ég held að mönnunarvandinn hafi svona verið bara svipaður í hverfinu, myndi ég segja. Það hefur ekkert verið neitt sérstaklega sem hefur komið fram í hinum megin í Grafarholtinu. Takk fyrir þetta. Valgerður? Já, takk. Ég ætla bara aftur að þakka fyrir kynninguna og umræðuna. Ég finnst það mjög mikilvægt að við tökum þessa umræðu. Það sem ég hef kannski áhyggjur af núna, það er leikskólahlutinn í Dalskóla. Það er fastur og góður kjarni á starfsfólki þar sem mjög mikið hefur mætt á og vitanlega, þó að við séum að komast í afléttingar og vonandi út úr þessu ástandi, þá er ákveðin uppgjöf í gangi. Þetta er bara búið að vera rosalega erfitt og mig langar til að vita, ég veit að þið eru að leita eftir einhverjum leiðum til þess að hjálpa varðandi þessa aldurssamsetningu sem er orðin óheppileg þarna á deildum sem áttu ekki að vera svona ung börn sem veldur miklu álagi fyrir utan allt COVID-álagið. Mig langar bara til að vita hvort að þið séu að skoða einhverja leiðir að borga starfsfólki einhverja auka bónusa eða gera eitthvað vel við það starfsfólk sem stendur þarna mjög erfiða vakt og hefur gert. Sko, ef ég myndi kannski að byrja bara Skúli, þá er nýlega búið að samþykkja aðgerðir til að styðja við leikskólana og það er annars vegar sko að styðja við ráðningar og hins vegar bara stuðningu við stjórnendur í þessum erfiðu aðstæðum. Það þarf sannarlega að styðja við stjórnendur vegna þess að þetta er búið að vera mjög flókið og mjög erfitt og mjög víða og það svona kemur svolítið illa við að það er búið að, eins og Skúli nefndi í byrjun, það er búið að leggja mikla fjármuni, mikla vinnu í það að betrumbæta starfsumhverfi í leikskólum og það hefur sannarlega haft góð og jákvæð áhrif á síðustu árum og ég get sagt það bara sem fyrrverandi leikskólastjóri. Svo kemur þetta COVID-ástand gríðarlega harkalega niður á leikskólunum og við erum bara í vanda víða og við þurfum bara að reyna aðstoð eins og við getum. Ég er ekkert með eina lausn á því en það þarf bara að styðja við og
og reyna að aðstoða stjórnendur í þessum erfiðu málum sem þau eru í. Vegna þess að vissulega þetta svona ákveðin vítahringur sem fer á stað þegar álagið verður svona mikið og þú nærð ekki að mann inn og svo fer fólk að detta mögulega út í veikindaleið eitthvað svoleiðis, þá verður þetta bara gríðarlega þungt. En við þurfum bara að reyna að vinda ofan af þessu og leggja allt okkar púður í það bæði að halda áfram með að betrumbæta starfsumhverfið og aðstoða með ráðningar. Nákvæmlega, ég tek bara undir þetta. Sko, þetta verkefni með að bæta vinnuumhverfið, það hefur verið algjört forgangsverkefni hjá okkur alveg frá 2017 og þetta eru þessi 2 stærstu verkefni okkar, það er annars vegar að móta menntastefnu og síðan að fylgja henni mjög markvisst eftir og hitt er þetta að bæta vinnuumhverfið. Þar höfum við verið að hlusta mjög mikið eftir því hvað okkar fagfólk er að segja, okkar stjórnendur, leikskólastjórar og leikskólakennarar og reyndar fagfélögin sömuleiðis. Þau áttu heilmikið í þeim ítarlegu tillögum sem að komu tilbaka úr þessum starfshópum sem voru settir niður. Ég held að þetta hafi verið eitthvað milli 25 og 30 tillögur bara leikskólamegin sem að voru lagðar fram og við settum mjög margar þeirra strax í innleiðingu. Þetta voru hlutir eins og að fjölga höndum. Það var kannski svona eitt sterkasta ákallið. Það þyrfti bara fleira starfsfólk sérstaklega á eldri deildirnar, þannig að við fjölguðum starfsfólki bæði á 5 ára og 4 ára deildunum. Og það var svona ein kannski fjárfrekasta tillaga, en sömuleiðis líka bara að auka rými. Það var svona, þessi vinna, hún kemur til út af svolítið sterku ákalli að það þyrfti að finna leiðir til þess að minnka einmitt álagið á starfsemina. Og þetta hvort tveggja hjálpaði mjög til með það, bæði fjölga starfsfólki og síðan stækka rýmið sem að hvert barn hefur í raun og veru og þetta starfsfólkið sömuleiðis. En þarna komu líka inn þættir bara sem að seinna fóru inn í kjarasamninga út all land eins og að auka undirbúningstímana sem að skipta mjög miklu máli fyrir stéttirnar og við sjáum það bara á starfsánægjukönnunum að þetta hefur haft þau áhrif að starfsánægjan hún hefur aukist, en vissulega kom síðan COVID ofan í það, skiljið, þannig að það svona jókst álagið þeim megin frá, en vonandi erum við nú að komast út úr þeim álagspunkti á allra næstu vikum og mánuðum. En við munum áfram vakta þetta mjög vel og einmitt hlusta eftir því hvað finnst okkar fólki brýnast að gera núna varðandi starfsumhverfið. Þetta er ekki eitthvað mál sem að maður bara klárar eitt skipti fyrir öll, heldur við erum stöðugt á vaktinni fyrir þessum þáttum. Ég held bara að við sem að þetta er síðustu spurningu nema eitthvað gefi núna merki. Sigríður, gjör svo vel. Já, bara takk fyrir góða kynningu og náttúrulega bara gott að heyra líka hvað er verið að setja fókus á Dalskóla sem hefur verið svona í umræðunni. Ég var svona, það kannski bara, ég var svona að hugsa bilið á milli með dagmömmur í hverfinu, hvernig það væri, en það er kannski eitthvað sem við erum ekki með svör við hér eða Óli, hefur eitthvað? Þetta meina fjöldi dagforeldra í hverfinu? Já, þú veist þetta samband á milli. Nei, ég er ekki með það því miður. Já, það var bara svona að spá í hvernig þetta væri í heildina. Takk fyrir góða kynningu og góða umræðu. Sömuleiðis, bara mjög gaman að eiga þessa stund með ykkur og við svörum við þessum spurningum sem koma til viðbótar því sem við vorum með í okkar sarpi, komum því til ykkar fljótlega. Takk kærlega fyrir að koma og takk fyrir góða kynningu. Takk sömuleiðis. Takk. Bless. Svona, þá erum við bara ráðið. Þá er næsta á dagskrá. En ég vil ég ræða þetta fyrir ekki, ég gleymdi því. Vil ég Já, bara þetta skráum bara yfir hendinu. Já. Það er ekki bara í næsta mál sem er sívinsæla verslunarhúsnæði við Bauhaus. Það var rætt á síðasta fundi að íbúðasamtökin myndu setjast af undirskriftalista. Ég hef allavega ekki séð
Já, sæl og Þannig að, en þú kannski... Já, ég skal aðeins fara yfir þessa hluta eins. Þetta nú eiginlega bara, Þóri var nú svolítið með þennan bolta og hann náttúrulega búið að vera alveg á haus kallinn við að setja upp eitthvað 4-5 veitingastæði núna á seinustu vikum, sko, þannig að hann var alltaf að koma með þetta. Þannig ég tók svolítið boltan af honum og akkúrat þegar það fór að staða, þá kom Dagur með þennan íbúafund. Þannig í millitíðinni og fór að tala við íbúðana og líka þá komin teikningar sem var þetta nálgast af þessu svæði sem í rauninni hefur ekki verið, allavega ég hef ekki séð áður og maður svona byrjar að skoða þær og byrjar svona að bera fyrir íbúum og sjá hvað þeim finnst, þú veist, þannig að það svona fleiri atriði að koma upp á yfirborði svona áður við förum að hendi kannski undirskriftalista. Ég hef nú viljað allavega að sjá hvað að fólki finnst þetta, sko, þegar sér svona hvað svona verið að stefna að. Þá sé ekki bara að vera að fara í einhverju undirskriftalista án þess að vita, sko, allt hvað sé að fara að gerast. Þannig að fá svona forsenduna betur. Þannig að svo umræði svolítið eiginlega bara að fara að stað núna ég setti inn hérna smá færslu á Úlfarsárdalsmegin og ætla að gera Grafrósamegin bara í kvöld líka. Ég ætla að byrja aðeins að sjá hvernig þetta myndi koma út þarna, en þetta virðist að vera svona skiptaða skoðun, en flestir náttúrulega eru á því, náttúrulega bara sakna náttúrulega verslunarinn sem var náttúrulega þarna á Korputorgi og hvernig allt var þar, en ég held að við þurfum bara eiginlega vega og meta bara hvað íbúum finnst og líka bara hvort það sé ekki grundfullur fyrir því að þó það kæmi kannski verslunarhúsnæði þarna í jaðrinum hvort að það væri endilega að skemma fyrir uppbyggingu þarna hjá Jarpstjörn. Þetta eitthvað sem við þurfum eiginlega bara að ræða og skoða þarna og sjá bara hvað íbúum finnst. Eins og svona fyrsta sem við dettur í huginn náttúrulega bara segjum bara dæmi að það kæmi þarna hjá Bauhaus í rauninni bara matvöruverslun en ekkert annað, að þá væri það sem væri að rísa þarna í Jarpstjörn, þetta geti verið hárgreiðslustofa, ísbúð og allt í rauninni allt annað en væri þar og jafnvel líka einhver svona verslun sem gæti þá verið svona með sjálfsafgreiðslu og fleira. Þetta var náttúrulega töluð með svona mikið sérstæða náttúrulega sem snýr líka svona hreyfingu og svona útivist náttúrulega út af Úlfarsfellinu. Þannig að þetta væri mikið sérstæði. Maður sér svona, finnst kannski þetta ætti ekki endilega að vera að skemma fyrir og þetta verður örugglega mjög skemmtilegt svæði en þetta svona eiginlega bara mín skoðun. Ég þarf eiginlega að fá bara svona meiri feedback náttúrulega, ég náttúrulega bara að tala fyrir hönd þeirra sem eru þarna inn á þessum síðum og íbúum hverfisins, þannig að það eiginlega aðeins meira feedback bara frá þeim og sjá svona hvað fólki finnst. Þetta svona staðan í dag, en svo í framhaldinu þurfum við eiginlega bara að taka stöðuna hvort við viljum keyra af stað eitthvað undirskriftalista, hvort þessi áhugi fyrir því í framhaldinu. En eftir þessa könnun sem átti sér stað þarna fyrir stuttu þegar voru tæplega 90% báðum megin, sko, báðum þessum síðum voru á því að vildu fá stóra verslun að spurning hvort að það breytist. Þetta svona, já, þetta svona stað núna. Ok, Valgerður var búin að biðja um orðið. Já, takk. Mér finnst þetta mál einhvern veginn alltaf vera þannig að við erum alltaf að fresta því og afla einhvern veginn meiri gagna til þess að geta talað um það af einhverju þekkingu og því sem íbúarnir vilja og það kannski bara gott. Það er bara eftir því sem það þróast áfram en mér fannst svo áhugavert á fundinum í síðustu viku þessi mikla pressa að fá þetta húsnæði. Það var einhvern veginn algjörlega einhugur það fannst mér og mér finnst það var svona hitta málið á fundinum. Að öðru leyti var ekki svona sérstakur hitti í þessum fundi, hann var mjög afslappaður og allir frekar rólegir yfir öllu í hverfinu fyrir utan þetta. Þannig að ef það eitthvað sem að Björningi kannski getur tekið saman, einhverjar kannanir, einhverjar meira formlega og við getum þá enn og aftur rætt þetta mál síðar þegar við höfum betri gögn frá íbúum, að þá finnst mér það bara í góðu lagi. Já, það er svona líka bara spurning náttúrulega, nú erum við mörg hérna bara, nú er íbúaröðinu, bara við erum náttúrulega bara íbúa líka í hverfinu, mörg okkar og einhver okkar myndi kannski sjá bara hagið því að geta farið í þessa verslun og nýtt hana, en svo bara við Krónuna, það er náttúrulega alveg mikil umferðarumhverfi sem myndaðist þar og svo er líka spurning hvað gerist í framhaldinu nú þegar að vera umræðinu að færa þessa dælu þarna, sem þarna ofalega í Grafarholtum og setja hana þarna hjá KFC, hvort það verði ekki bara ennþá meira umferðarteppa
Þannig að þetta nú kannski ekki mjög svona spennandi að vera að fara þarna kannski, nema bara einhverju svona utan venjulegs tíma, sko. Ef maður stekkur kannski kemur úr vinnunni og heimleið, þá maður ekkert að fara að gera eitthvað stór innkaup þarna, maður bara rétt stekkur og grípur að helsta. Þessu aðalega bara umferðin og þetta. Svona í neyð. En það svona mín skoðun, ég veit ekki hvernig þetta hjá ykkur. Ég skal alveg viðurkenna að ég kom smá á fjöllum yfir þessum hita því ég versla bara allt eiginlega í þessari sem öllum er svo lítil króna, þannig ég var smá svona, ég veit ekki, og undir meiri eða eitthvað þannig, en ef þann á því að við ættum að, eins og Valgerður lagði til, að við myndum taka þetta aftur, þú veist, það var ástæða fyrir við vildum kanna afstöðu íbúðana sem er greinilega meira á því að það verði leyft að byggja þannig verslun, en þá held ég að sé allt í lagi að vera með eitthvað svona meiri gögn og þá að við kannski sendum að ég held umhverfis- og skipulagssjóði, eða Eiríkur kannski leiðbeinir aðeins í því, en ég held að það væri þá að við myndum leggja til, ef við leggjum það til, að þá myndum við leggja til eitthvað breytingu þangað inn, finnst þetta ekki þetta betur kannski. Það er rétt að þetta er þá umhverfis- og skipulagssjóði sem þetta færi. Allan hafa Pavel sem mætti allan að hérna á aðalfundin hjá þeim í Grafarholtinu, einmitt til að ræða þessi mál. Einmitt. Ég held að það væri bara gott. Ég væri þá til í að við myndum bara að við setjum þetta í þínar hendur og þú komir þá á næsta fund kannski með eitthvað þar sem við getum þá tekið afstöðu til að senda. Einmitt, eitthvað aðeins skotheldara held ég og svo náttúrulega greinilega miklar svona þreifingar bara í þessu verslunarrekstri bara í hverfinu, sko, eins og ég veit að er ekki krónan að fara að staði miklu uppbyggingu þarna í Norðlenguholtin, einmitt að færa þá verslunina út úr hverfinu og vilja þá fara svona í jaðarinn og reisa þar með stóra verslun. Þetta virðist þótti vera stefni í þessa áttina allavega eins og þessa stóra keðju vilja gera, en eftir að skoða þessa teikningu þarna af þessu þá þetta nú bara svona meðalstór verslun, svona svipuður stærð og krónan og ég allan að miða svona fyrir yfirlýsingar það var svona þetta láguru verslan ekki verið að svona sýna þessu svona mikinn áhuga allavega með þessu yfirlýsingar, en það er svona alveg fullt af tækifærum fyrir verslun á þessum stað þarna að þú hugsun gæti nándu við alla þessa íbúa í rauninni þarna við jarðstjórn þar að segja, sko, þetta er eiginlega bara spurningum, getur verið stór verslun við jaðarinn ásamt því að sé svona lítil meðalstór verslun hann efst í hverfinu. Líka. Þetta er eitthvað sem við þurfum eiginlega bara að velta fyrir okkur bara og hugsa. Þetta er voðalega erfitt að vera að spá þetta, sko. Maður við séð alveg. Þetta væri kannski fínt ef þessi skoðanakönnun að við myndum gefa okkur smá tíma fyrir fundin, þannig á fundinum næst væri hægt að afgreiða eitthvað. Þannig að við höfum aðeins rými fyrir það verður búin að undirbúa okkur sjálf fyrir þá fundin sem við myndum þá taka afstöðu til. Og ég get þá bara senda eitthvað á þig þegar ég kom með meira og þú dreifið því síðan bara hópinn. Það er ekki svona eðlilegasta hefði. Valgerður? Já, mér langaði kannski bara aðeins að skjóta inn út af þessu máli af því ég heyrði í aðilum sem að reka lágari verslanir og þeir hafa ekki hug á því að vera þarna uppi í hverfinu. Einfaldlega af því að húsnæðin sem eru í boði ekki nægilega stór. Þeir horfa bara á Báhúsreitin og ekkert annað. En ég held að sé alveg ekkert mála að það geti þrifist lítil verslun upp í hverfinu og stærri þarna á Báhúsreitnum, þar sem ég sé til dæmis eins og bara íbúar í Mosfellsbæ myndu nýta sér þann kjarna og nýta og öll Austurborgin í raun og veru miklu meira heldur en nú er gert. Já, ég alltaf persónulega alltaf ekkert rosalega hörfu því að við ætlum að setja eitthvað skorður og ef Bónus vill opna þarna þá er ég ekki grjótarlega því að banna það allavega. Þannig að ég held að það sé bara frábært ef þú getur tekið saman Björningi þetta og það getur klára þetta og því að það er greinilegt, ég myndi telja það er greinilegt að fólki í hverfinu vill verslun.
Já, algjörlega, og þó það væri ekki nema bara leið þarna matvöruverslun, það er kannski tala eitthvað fleira, að þá væri sérstæðan til staðar hann eftir í hverfinu þá með þá sem minni verslanir sem skapa þessa menningu og þetta. Það var sérstæðan þarna, þannig að já, bara besta mál. Ég ætla ekki að taka fundin alveg í gíslingu. Herðu, ég vil ekki segja skilur við þetta, við bara tökum þetta aftur eftir mánuð. Og þá það næsti liður sem bréf umhverfis- og skipulagssviðs vegna auglýsingar á tillögu og breytingum á deiliskipulagi vegna lóðarinnar númer 6-8 við Guðraugastíg. Þetta bara svona til framlagningar, ég veit ekki, voruð þið búin að kynna ykkur þetta? Þetta eitthvað smá breyting á þessum hérna lóð. Eitthvað sem vil, ég skoða þetta, ég sá ekkert svona sem stakk mig í augun. Enginn. Þá tökum við bara næsta mál. Það var fundadagatal. Það víst að stíga á fyrnumbytta þetta kjörtímabil, þannig að þetta eru næstu, ég held, ekki rétt sem að síðasti þessi maífundur, þá bara eftir það ráðið ekki lengur skipað sem nýtt eða eitthvað, allavega þá þessi tími þessa ráðsliðin. Þannig að hér lagt til þá 3 fundir. Næsti þá held ég bara svona venjulegum tíma 21. mars sem held ég mánudagur. Svo 25. apríl og það breyting vegna páska og slíks. Og svo 16. maí og allt klukkan 5. Þannig að við rugglumst ekki aftur. Eitthvað sem segir andmæli með þessari dagskrá. Þetta mjög þægilegt. Þá það bara samþykkt. Þá það næst málefni hverfisins en það kom póstur til mín í dag sem var nú það var orðið seint til þess að það eru tekið upp hér en ég vildi flagga því sem þess að bréf frá þjónustu- og nýsköpunarsviði að boða til okkar að senda athugasemdir við drög að endurskoða þjónustustefnu og umsagnarfrestur rennur út 10. mars. Þannig að við getum ekki tekið frá næsta fundi en ég legg til að þetta verði sendt bara á ráðið og ef einhver vilja kanna málið að senda umsögn þá myndi ég leggja til að samþykkja fela formann í samvinnu við ráðið að skila umsögn fyrir tilskilinn frest. Ef einhver vill senda umsögn. Ég sá allavega ekkert í þessu sem svona verskaði á mig. Þannig að ég myndi þá biðja Eirík og Heimi að senda á ráðið þannig að allir væri með þetta en já. Björn. Já, herðu, það sem að þetta eru umræða hverfisins, þá kem ég þá inn með einhverja punkta sem að íbúar eru þá að benda á svona seinasta mánuðinn. Það búið að vera svolítið umræða þá snýra sérstaklega göngustígnum í kringu Reynisvatn. Þetta bara, leða kemur ykkur bleita þarna að þá bara verður þetta bara eitt rullusvað og þetta eitthvað sem þarf eiginlega bara að fara að taka í gegn þarna. Þetta rosalega erfitt að vera að ganga þarna og líka bara eins Úlfarsfelli líka að það þarf að fara að laga þetta. Þetta bara, það þarf ekki að vera svona, maður þarf ekki að vera mæta hann í drullugallunum til að taka smá æfingu upp fjallið maður kemur drullu skítuð tilbaka, það þarf að vera aðeins það þarf kannski jarðviðskipta einhverju leyti. En skilst að þessi umræða hafi verið tekin upp í ári
hafi eitthvað verið þá, ég hef ekki verið sko, en muni eftir því. Ef ég má, já, við tókum þessu umræðu bara fyrr á þessu ári, minnir mig, en eða kannski rétt fyrir áramót. Þar sem við beintum því til borgarinnar sérstaklega að laga göngustíðin í kringum Reynisvatn, því hann er mjög illa farinn og verður eins og þú segir bara mikið drullusvað svona við minnstu rigningu. Þannig að þetta er svona eina af þessum perlum sem við höfum, sko, þannig að það væri þetta frábært ef það er íta á borgina að láta laga þetta einhvern veginn, sko. Var þetta eitthvað erindi, Gísli, veistu það? Já, mér minni það. Ég þarf að fletta upp í gögnunum til að rifja þau upp. Var þetta ekki í tengslum við skógræktarátaki og það? Nei, þetta var bara sérstakur liður. Var það sérstakur liður? Því ég man eftir að við vorum í umræðinu með það, göngustígana og það þegar við vorum að. Valgerður? Já, takk. Það er svolítið síðan ég skrifaði einmitt grein Úlfarsfellið og hérna stíginn þar og mér minnir að ég hefði sett inn í umhverfis- og skipulagsráð einmitt tillögu að láta laga þetta. Af því þetta er bara stærra og stærra vandamál. Þú veist, þú stígurinn byrjar svona í drullu svæði og fólk lappar alltaf í jaðrana og þetta verður bara ógeðslegt. Það er Úlfarsfellið sem þú ert að tala um, ekki? Þarna? Jú, Úlfarsfellið, já. Það er mjög mikilvægt að fólk, ef við förum bara að pikka í borgina núna, af því að við förum að lenda í þessari umhleypingatíð þar sem að fjallið verður bara eitt borasvar. Eiríkur, væri hægt að komast að því hvort það hefur sendt erindi og hvort að svar hafi borist þá allavega Reynisvatn, ég veit ekki hvort að þá Úlfarsfellið hafi verið með. Já, það er klálega þetta, ég skal bara fara í það á morgun með heiminn tilbaka. Þetta var rætt á fundi númer 18 í september, 20. september. Yes, ég skrifa það hjá mér bara og skal skoða þetta á morgun og heiminn til að svara ykkur. En væri ekki hugmynd þá að fá, og þetta er svona eitthvað sem íbúarnir eru að tala um, hvort það væri hugmynd að fá þá eitthvað til þess að ræða. Og þetta eru nokkrar náttúruperlur þarna sem eru mjög mikið sóttar, hvort að það væri eitthvað svona spurning hvort við ættum að fá gest til þess að ræða þessi mál, þar sem við getum bara að tala beint við þá sem þetta sjá. Bara að gera. Ég veit, Eiríkur, þú kannski þarft að hjálpa okkur hvað það væri. Já, þið getum þetta bara sendt á umhverfis- og skipulagssvið. Það heldur sem þetta í hug er Þórólfur sem er með svona, sem er sem sagt, henni heiti hans var garðyrkjustjóri, ég man ekki nýja heitið, ég minnst garðyrkjustjóri svo fínt, en ég nota það bara ennþá. En jú, það er bara minnsta mál að skoða það hvort ég geti ekki fengið einhverja kynningu og komið með spurningar varðandi þessar perlur og framtíðarhorfur. Já. En líka þannig að maður getur þrýst beint, þannig að þú veist þetta bara ganga beint í málið, ég held að það væri bara fínt. Þetta er eitthvað sem ég held að ég sé nokkuð vissum að við sem búum í hverfinu notum eitthvað af þessum stígum nokkur sinnum nokkuð oft ári og vitum hvert vandamálið er. Algjörlega. Fyrir? Gætum við þá ekki tekið þetta af því að við erum að taka og sérstaklega Úlfarsárdal, það er kannski með Reynisgöngustíginn Reynisvatn kannski einfaldar. Að taka þá skógræktina þegar ég var bara manni eftir að fulltrúar frá skógræktina voru að taka og hefðu sem áhyggjur og líka varðandi merkingar. Það er ekki einhver merkingar á gönguleiðinu sem við vorum að spá í líka. Það var að taka þetta bara saman ef við erum að fá einstakling inn á fundi til að ræða þessi svæði. Mér finnst það frábær hugmynd að það er rétt að fá eitthvað sem tæki þá þessi svæði. Eiríkur, getur þú skoða þetta fyrir okkur? Já, algjörlega, ég skal gera það. Við verðum ekki betri bandi varðandi svo hvaða svæði þetta eru þá líka svo fulltrúar sem við boðum til kynningar geti verið með öll undirbúin. Hver hefur þá, hvernig virkar þetta? Bara praktíkin á þessu upp á að boða hann á næsta fund? Ég myndi bara ræða betur við Heimi á
á morgun. Okay. Ég það þurfa enga bókun, þetta er bara nóg fyrir mig til að taka þetta áfram, sko. Og ég vonandi að vera fyrir alltaf mánuður næsta fund, þannig að ætti vel að vera hægt að undirbúa fyrir þann tíma. Það er kannski þá spurning að við finnum út því hver það þið og þá myndum við kannski senda saman eitthvað svona, þú veist, það er Reynisvatn, vegurinn, það er Úlfarsvelli, það er merkingar, eitthvað svona, það sé eitthvað listi sem við myndum þá senda þannig að viðkomandi getur nú aðeins undirbúið sig. Algjörlega. Og við getum fengið góð svör. Ok? Það hljómar bara vel. Æðislegt. Eitthvað annað? Nei. Eitt sem þetta er hug kannski, hvort það ættum að bara hvað okkur finnst það að ég sé að vera að færa hérna dæluna að sé sko, hvort það sé einhver annar staður hérna kannski nær Vesturlandsveginum eða þar sem var þetta að komast það með aðra en þar einhvern veginn yfir kannski. Það væri svona hentugur í staður, með þess að það orðið svolítið mikið kaos, hvort það væri ekki einhvern veginn hægt að opna betur fyrir þetta. Þannig að það væri betra flæði til dæmis í gegnum Krónuna og hérna hjá húsasmiðinu og þar sko. Bara svona að velta þessu fyrir mér. Þeir sem voru ekki á fundinum í síðustu viku, þá kom það fram. Ég er þetta fagnaði sem ég heyrði ekki þann hlut að þetta ætti að fara á Krónusvæðið, en ég fagnaði mjög að þetta færi þarna frá, þess að dælan, Atlantsolíudælan færi frá grunnskólanum, Ingunnarskólanum. Það er frábært, algjörlega. Það er algjörlega frábært, en hvort að rétt staðsetning hafi verið fundin er svo. Og ég var nefnilega í þessu ráði svona 2006, þar sem þetta var eins og Bauhaus umræðan á hverjum einastu fundi var alltaf rætt Atlantsolíudæluna. En hér erum við enn. Svona, en nú varum loksins að fara, en þá er kannski spurning hvort að þetta sé. Þessi viðkomandi sem myndi koma og tala þess að stíga og svona, er hann ekki frá umhverfis- og samgöngusvið, eða umhverfis- og skipulags? Jú, það líklega frá umhverfis- og skipulagssviði, en það væri þá líklega frá deild opinna svæða. Já, þannig að þetta ekki alveg passa saman. Leður við konum pælingar eins og fælingar á dælun sem ég ráð fyrir að séu í skipulaginu, þá myndi það þurfa að vera frá skipulagsfulltrúa, líklega fulltrúi eða einhverju sem kemur að þeirri vinnu. Ég myndi ekki veða á sama aðila í þessum tveim málum. Nei, ok. Mína parta allavega. En kannski er einhver alveitur annan. Já, einmitt. Það þarf örugglega eitthvað byggingarleyfi fyrir þessu, þannig að þetta fer örugglega inn í skipulagið. Já. Valgerður? Já, ég var bara að spá hvað með Bauhausréttinn. Mér finnst alltaf dásamlegt þessi dæla sé að fara, hún á alls ekki heima þarna. En af hverju má hún bara ekki fara á þetta risastóra plan þarna hjá Bauhaus? Já, einmitt. Stórt spurt. Kannski melta fyrir næsta fund hvort að, ég veit ekki, þið verður bara að fyrirgefa, ég er mjög svo, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvaða leiðar er hægt að fara í þessum hlutum, en mér finnst þetta svolítið no-brainer með þessa dælu, sko, þannig að ég allavega hef hugað að ræða við einhverja í borgarstjórn þetta mál, en hvernig ráðið getur gert kannski, ég veit ekki, sjáum hvort það sé einhverja alveitur saman hjá umhverfis. Ég veit ekki. Ekki nema að við höfum einhverja hugmynd. Já, ef þið eru líka með einhverja hugmynd fast á dælunni, getið þið lagt undir bara næsta fund sér lið og getið lagt fram bókun. Til dæmis ef þið eru einhuga einhverja staðsetningu sem þið eru sammála, getið þið lagt fram bókun sem færi þá fyrir, sem færi þá til samgöngu og skipulagsráðs eða eitthvað álíka. Eigum við það ekki bara að setja á dagskrá næsta fundar, það er þá annars vegar aftur Bauhausmálið og svo við fáum bara líka Atlantsolíudæluna, eða þess að bensíndæluna, það verður líka liður þar sem við myndum þá mögulega, þú veist, þó að bókunum var ekki einhvern veginn öðruvísi heldur en bara að það væri fundin heppilegur staður, það þurfti ekki vera bara
mikið flóknar en það, sko. Bæði það jafnvel aðeins lengra en Húsasmiðjan, ég meina þar þessi lögreglustöðin og þar, ég meina það getur verið nálægt bílasölunum, ég veit ekki, tengingin yfir í Árbæinn eða þarna hjá Bauhaus, sem þá aðeins frá byggð, en sko, ég bý bara við hliðin á dælunni, ég er yfirleitt einhvern veginn komin langt í burtu frá dælunni þegar ég fatt að ég þarf að setja bensín, sko, þannig að það þarf ekki að vera svona nálægt íbúðabyggð, held ég allavega. En ég var að segja það, þess að þetta verður tekið fyrir á næsta fundi sem sér liður. Já, ok, hvað segir Björn? Ég er að velta fyrir mér, ef við erum með einhverja hugmyndir, að þá getum við jafnvel nota Facebook-grúpuna okkar, þessa lokuðu, þar sem við erum kannski að velta fyrir okkur þessum hugmyndum og kannski við erum með eitthvað rissað einhverju upp, einhverju pælingum og verið að ræðuna, sko, einhverju með einhverja pælingar og þetta getur verið sniðugt. Út að leið og við komum með hugmyndunar, þá held ég að borgin svona fari virkilega að skoða alvöru, staðan fyrir við bara, já, leysið þetta einhvern veginn öðru sig og þá þeir bara, ok, hvað er að gera? Vilja held ég fá hugmyndunar frá okkur held ég, það var held ég þeirra skilvirkara. Frábærspunktur. Ok, eitthvað annað? Nei, þá ætlum ég bara ekki að segja þess að fundi sliti og ég sé ykkur, ef við tölum saman í Facebook-grúpunni nýja staðsetningu allar sólíðælunar. Það ekki? Er ekki öll okkar í grúpunni eða er ekki búið að setja allir inn? Það er búið að breyta svo marga frá ég var hérna senast. Þetta er ekki. Ég held að ég sé ekki. Ég ætla að koma inn bara í annars sinn, ég er ekki, nei. Já. Við förum bara yfir það. Ef ekki sem formlega fundi loki og ég slekk á streyminu? Jó. Í Facebookinu bara eftir.